Gott kvöld og velkomin í Kompás. Í kvöld kafar þátturinn ofan í markað með ólögleg vopn á Íslandi og skoða hvernig byssumanninum sem tók eigið líf og annars manns á Sæbraut í sumar tókst að kaupa byssu í skotveiðiverslun með byssuleyfi vinar síns upp á vasann. Kompás sendi tálbeitu í slíkar verslanir til að athuga hvort hægt væri að kaupa byssur með sama hætti. En hægt að kaupa skambyssu á svörtum markað á Íslandi? Þessari spurningu og mörgum fleiri svarar Kompás í kvöld. Hörmulegur atburður átti sér stað á Sæbraut í Reykjavík í sumar. Ungur maður keypti skotvopn í verslun í nafni annars og í kjölfarið féllu 2 menn í valinn. Eftir harmleikin á Sæbraut virðist vera búið að girða fyrir þann möguleika að kaupa skotvopn út á byssuleyfi annarra. Þetta leiddi rannsókn Kompás í ljós þegar tálbeita var send í skotvopnaverslanir. Reykjavík í lok júlí. Maður á fertugsaldri var myrtur á Sæbraut. Hann var skotinn með rifli sem keyptur var í skotveiðiverslun í Reykjavík. Maðurinn sem myrti hann svipti sig lífi sama dag á Þingvöllum. Fréttirnar vöktu óhug og þjóðin var harmi slegin. Þetta var ástríðumorð. Staðreyndir málsins eru þær að klukkan 11:42 í morgun barst lögreglu tilkynning að maður hefði orðið fyrir árás á Sæbrautinni. Þetta reyndist vera skotárás og hann var með skotsár á brjósti. Hann flúði undan árásamanninum og inn í sendibifreið sem átti leið hjá. Ökumaður sendibifreiðarinnar ók með hann á brott og tilkynnti lögreglu. Hinn særði var fluttur með skynda á bráðamóttöku Landspítala Háskólasjúkrahúss en þar lést hann af völdum sára sinna rétt fyrir klukkan 1. Vitni hvað árásamanni hafa farið brott á hvítri bifreið. Strax í upphafi og aðalega þegar það lá fyrir hver hinn látni var beindist grunur ákveðnum manni og var þegar hafinn leitað honum. Þeirra tengsl voru þau að sá sem fyrir árásinni varð og lést hafði nýverið tekið upp samband við fyrrum eiginkonu árásamannsins. Lögreglan hafði ekki fundið árásamannin þegar tilkynnt var látinn mann í bifreið í Almannagjá og Þingvöllum rétt eftir klukkan 1. Reyndist þar að ræða manni sem lögreglan leitaði að. Sá maður reyndist hafa svipt sér lífi með skotvopni. Banamaðurinn keypti riffilinn nokkrum dögum fyrir morðið í versluninni Vesturöst við Laugaveg. Hann framvísaði byssuleyfi vinar síns, sagðist vilja kaupa riffil fyrir vin sinn. Kaupaheimild var fyllt út og send með faxi til lögreglunnar og hún kom tilbaka í faxi frá lögreglunni án þess að eigandi byssuleyfisins kæmi þar hvergi nálægt. Lögin kaup á byssum eru mjög skýr og þær verslanir sem hafa leyfi til að selja skotvopn þurfa að uppfylla ströng skilyrði. Til þess að fá byssuleyfi þá þurfum við að vera orðnir 20 aldri og menn þurfa náttúrulega að hafa hreint sakavottorð og menn þurfa að framvísa læknisvottorði og síðan þurfa menn að fara á námskeið til þess að læra meðferð skotvopna. Þetta eru svona kannski helstu skilyrðin. Þegar þú kaupir skotvopn í verslun, segðu mér aðeins frá því hvernig það ferli á að fara fram samkvæmt lögunum. Það ferli á að gerast þannig að þegar mann kaupa skotvopn þá hefur menn að framvísa skotvopnaskírteini. Og síðan það sem það þarf að gera, menn þurfa að fá útgefna svokallaða kaupaheimild. Hún fyllt út með nákvæmlega því upplýsingum það vopn sem á að kaupa. Síðan það sendt til lögreglustjóra sem að samþykkja eða eftir atvikum synjar kaupunum og þegar að lögreglustjóri búinn að samþykkja þá geta við fengið vopnið afhent gegn framvísun þess. Þessum reglum virðist ekki hafa verið fyllt þegar banamanninum tókst að kaupa riffil í nafni annars manns og fá hann afhentan. Marta Bjarnadóttir, móðir þess sem myrtur var, vakti athygli á málinu á bloggsíðu sem hún heldur úti. Það var fréttastofa Stöðvar 2 sem sagði fyrst frá málinu. Maðurinn sem framdi morð á Sæbrautinni í sumar keypti riffil í verslun í Reykjavík nokkrum dögum fyrir ódæðið án þess að hafa tilskilin leyfi. Lögreglan afgreiddi umsókn hans kaupleyfi á rifflinum án þess að vita í raun hver kaupandinn væri. Lára Ómarsson. Þegar fréttamenn Stöðvar 2 leituðu eftir viðbrögðum frá lögreglu höfuðborgarsvæðisins í kjölfar fréttarinnar, þá var þeim tjáð að rannsókn málsins væri lokið. Friðrik Smári Björgvinsson, yfirlögregluþjónn, neitar þessu hvorki né játar. Í samtal við fréttastofu í dag sagði hann málinu lokið af hálfu lögreglu og ekkert yrði aðhafst frekar vegna þess.
Það var ekki fyrr en Marta Bjarnadóttir kom fram í viðtali við fréttastofu Stöðvar 2 að lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins lét hafa eftir sér að málið yrði rannsakað ofan í kjölinn. 2 dögum fyrr var sagt að rannsókn málsins væri lokið af hálfu lögreglunnar. Marta, segðu mér af hverju ákveðið þú að koma fram og krefjast svar? Mér finnst bara þegar vopn eru afgreidd með þessum hætti að þá náttúrulega nauðsynlegt að skoða vinnubrögð. Og mér skilst í þessu tilfelli að hafi brugðist bæði starfsmenn verslunar og lögreglu. Og ég get ekki setið bara og þagað. Ég vil fá skýringu. Stefán Eiríksson, lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins, neitaði kompásum viðtal þegar eftir því var leitað, líkt og við aðra fjölmiðla. Hann sagði að lögreglan myndi ekkert tjá sig málið að ósk aðstandenda. Marta Bjarnadóttir óskar þó eftir skýrum svörum frá lögreglunni. Hvað það sem dregur þið áfram? Mér finnst þessi tiltekna sala sem rekur mig áfram, hún náttúrulega kostar 2 unga menn lífið. Og þessi menn áttu sína framtíð að sjálfsögðu og sín börn og sína fjölskyldur sem að sitja eftir í djúpum sárum. Og þetta er eitthvað sem við getum ekki sett okkur við að verði bara þagga niður. Formaður Skotveiðifélags Íslands lítur þennan atburð mjög alvarlegum augum. Þetta er ótrúlegt. Ég hef aldrei heyrt af neinu slíku. Það er gerðar miklar kröfur til fólk sem á skotvopn. Þú verður að fara á sérstakt námskeið, þú verður að fara í hæfnispróf, þú verður að skilja sakavottorði, þú verður að skilja læknisvottorði, þar sem læknirinn metur andlegt ástandið og líkamlegt. Ég segi andlegt einnig. Og það á enginn að geta tekið við skotvopni í verslun nema að hafa til þess tilskiljanleyfi til að taka einmitt þetta skotvopn. Ef að annað hefur orðið á, ef eitthvað svona slík mistök eru, þá eru þau ófyrirgefanleg og skelfileg. Kompás sendi manneskju með faldamyndavél inn í 2 skotveiðiverslanir þar sem reynt var að kaupa byssu til gjafa. Þar var ætlunin að beita sömu aðferð og banamaðurinn notaði þegar hann keypti byssuna í sumar. Fyrst var farið í skotveiðideild Ellingsen. Góðan daginn. Ég hef vonið sér réttum stað. Já. Ég er að leita á svona byssu. Svo hérna. Já. Og það er sérst, við familíin ætlum að slá saman í jólagjöf handa fósturdrengnum mínum. Ok. Og það var, ég hef ekki mikið veit á byssum en mér er bent á að þessi ætti að vera mjög góð. Hún er til þetta að þessi? Já. Já. Ok. Þetta er byssan? Bara smá hennu svona? Já. En byttu við, hún verður náttúrulega að skrá hann á hann. Já, sko, ég er með kennitölun hans. Hann er með skotleyfi, sko. Og ég er með kennitölun hans hér. Já. Hvernig græjar það? Það getur ekki að skrá byssu á hann. Hann verður að skrifa sjálf kvitt undir þetta sjálf. Það er hann að kvitt undir þetta sjálf? Ég held það. Hann verður að gera það. Ég var að vinna í þessu fyrir helgi núna fyrir eina konu sem ætla ekki að hafa manni með afmælisgjöf. Já. Og það er ekki hægt að græja þetta er svona hann skrifir sjálfur undir. Samtal afgreiðslumannanna og stúlkunar hélt áfram og það var alveg skýrt að hún gat ekki keypt byssuna. Hafið þið selt vopn á þessa löggildur eigandi byssuleyfi sem sé sjálfur að ná í það? Nei, aldrei. Er það algengt að fólk komi hingað inn til þess að reyna að kaupa vopn fyrir annan til gjafa? Það er ekki algengt, nei. Það kemur þó fyrir að menn koma inn, kannski konur að kaupa byssu fyrir mennina sína eða eitthvað vilja gefa þetta í jólagjafir eða einhvers konar gjafir, afmælisgjöf. Hvernig takið þið á þeim málum? Við bara leiðbeinum fólki með það. Það þarf náttúrulega að fá skráningu á skotvopnið. Það afhendist aldrei út fyrir að skrá hjá lögreglunni og tilgildil pappírar séu fyrir hendi, sko. Og eins er með skotfærin sjálf, sko, sem er reyna að koma hérna og kaupa eða gleyma reynlega skotvopnaleyfinu og við erum ansi harðir á því
að afgreiða ekki út skotfæri nema menn séu með leyfið á sig, sko. Algengt að fólk komi hingað í búðin til þín til þess að kaupa byssur fyrir aðra? Ja, það ekki algengt, það kemur fyrir og út af fjöldanum af byssunum þá höfum við aldrei getað leyst það neitt þannig að það sé eitthvað ákveðin byssa. Ef að menn eru alveg búinir að finna út eitthvað ákveðið verkfæri sem á að vera, þá útbúum við bara pappír fyrir það sem fylgir þá með svona gjafabréfi. Nú, viðkomandi fer þá bara á lögreglustöðina og lætur græja leyfi fyrir því og kemur að sækja byssuna sína. Nú, annars fyllum við bara út svona gjafabréf upp á einhverju upphæð, það mun algengari leið. Kompás sendi sömu stúlku í verslunina Vesturöst við Laugaveg, sömu verslun og banamaðurinn keypti riffilinn í sumar, út á byssuleyfi vina síns. Herru, ég að leita hérna svona byssu. Láttu hana til. 870 Express Synthetic. Já. Það ekki mikið við þetta byssu, það ekki hana. Það gæti dottið hér inn á morgun, aftur svo. Ok. Það bara klart. Við getum gefið út umsókn og komið inn á morgun. Gæti það bara komið á morgun og tekið hana? Ef við myndi leggja... Ef þú ert með hérna nafnið og kennitölun og allt, já, þá getur við bara græða umsóknina hérna og þá getur við tekið pappírinn bara með þér. Já, ok. Þannig að þá hægt að... Hann þarf náttúrulega sjálfur að sækja byssuna, sko. En ég myndi samt gætna vel að færa honum hana, sko. Það ekki hægt. Það ekki ekki hægt. Það verður það. Sko þá föxum við umsóknina á hans, það embætti sem hann býr. Hann fer til þeirra og gengur frá pappírunum. Ok. Þá, þegar það allt gengið í gegn, sko, þá má hann taka byssuna eða... Gæti ég þá tekið byssuna? Já, þá útbýr hann umboð eða við sendum hann í postu og hann móttekur hann á þar eða... Það allavega, við erum svo sem alltaf að þessu, þannig að þetta ekkert mál þannig að þetta eina leiðin, sko. Þú getur aldrei tekið hana á hans nafni. Alveg þú veist sem kennitölu og nafn og... Nei. Það skiptir engu máli. Stúlkan gat ekki fengið byssuna afhenta nema með umboðið þess sem byssan skráð á. Eigandi Vesturastar neitaði Kompási viðtal og vildi ekkert tjá sig málið. Nú hefur farið inn í verslunina þar sem að þetta vopn var keypt. Segðu mér hans frá því, hvernig var það og hvað gerðist? Ég var nú búin að ætla mér það dálítinn tíma en tók nú síðan á mig rögg og gekk hann inn og spurði hvernig það væri, hvað ég þyrfti að gera til að geta fengið keyptan riffil. Og þá var mér nú vísað á annan verslumann og hann sagði mér ég þurfti jú að fá leyfi þarna og þannig ég spurði hvort að það væri nú ekki möguleika að komast fram hjá því. Ég hefði nú svona patað því að það væri nú kannski hægt að komast aðeins fram hjá því. Nei, sagði hann, býtu, hvað meinarðu? Og það gengur ekkert, sko. Og ég sagði, en ég segi þér, ég veit að það hefur verið gert. Það hægt að gera undantekningar, það ekki? Og þá var nú viðkomandi afgreiðslumaður afskaplega vandræðalegur. Þannig að ég bara tilkynnti honum hver ég væri og ég vissi hvað hefði gerst. Og þá var það ansi fátt svör og augun horfðu niður í borðið en ekki framan í mig lengur. Og með það í rauninni bara fór ég út og ég reyndar sagði áður en ég fór út að vegna þess atburðar ætti ég ekki svona líf í dag. Líklega hefði það breytt því. Voru þetta erfis skref að fara? Já, það voru þung. Mjög þung. Nú þetta hrikalegt mál, eftirleikurinn af því að hann keypti þessa byssu. Heldur þetta sé algengt? Nei, sem betur fer, ég hef nú nokkuð mikla reynslu. Við hefum mjög gott starfsfólk í þessum verslunum og menn passa þetta almennt gríðarlega vel. Ég hef engi skýringu hvernig þetta hefur orðið en má vera að vera óvanir afgreiðslumenn eitthvað slíkt en þetta svo alvarlegt mál að það verður að gera gríðarlega kröfur til þeirra sem selja skotvopn og umganga skotvopn. Pálbeitu Kompás tókst að kaupa óskráð ólöglegt vopn á svörtum markaði á Íslandi
og það tók ekki langan tíma að finna sölumennina. Á hverju ári gerir lögreglan upptæk 10 ólöglegra vopna og þar með taldar skammbyssur og afsagaðar haglabyssur. Vopn eru ólögleg ef þau eru ekki skráð og þau geta legið víða án þess að fólk viti af því. Á Íslandi eru skráð skotvopn rúmlega 51.000. Haglabyssur eru þær í miklu meirihluta eða rúmlega 31.000. Rifflarnir eru rúmlega 17.000 og skammbyssur 2.300. Tæplega 700 loftbyssur eru skráðar á Íslandi og tæplega 14.000 manns hafa skotvopnaleyfi hér á landi. Lögreglan gerir upptæk 10 ólöglegra skotvopna á hverju ári. Þetta var einu sinni bara venjuleg veiðibyssa, þetta Mossberg haglabyssa. En nú búið að saga af henni og spreyja hana svarta og þá að gera eitthvað allt annað við þetta heldur en að veiða gæs eða rjúpu. Ég veit svo sem ekkert ólögleg vopn, en maður heyrir alltaf einhverja sögur að það séu til vopn hér og hver sem smiglað inn eins og öðrum ólöglegum varningi, en ég svo sem veit ekkert meir það en almennt gengur og gerist. Mikið ólögleg vopn á Íslandi? Já, það allavega mikið það. Og með ólöglegu vopni þá á ég við vopn sem ekki skráð og eða hafa komið inn til landsins með óhefðbundnum leiðum og án vitneskju yfirvalda. Heldur það sé mikið af ólöglegum vopnum á landinu? Ég hef bara ekki hugmynd eflaust eitthvað sko. Stundum kemur fyrir að menn eru kannski með skotvopnaleyfi, hafa jafnvel selt byssuna, það hefur komið fyrir, ég hef séð það dæmi. Einhver kom hérna með skotvopnaleyfi og þá var hann löngu búinn að selja og viðkomandi aðili hafði ekki gengið frá, kaupandinn sko, hafði ekki gengið frá tilkynningunni og þessi sem var skráður eigandi hafði ekki yfir sig niður hver hafði keypt hana sko. Já, hér skammbyssa, þetta nú sennilega bara loftbyssa einhvers konar og það hægt að skjóta úr þessu og þetta sjálfur sér hættulegt vopn því að það voru til kúlur í þetta sem hægt að skjóta en sá sem að verður fyrir því að verða ógnað með svona byssu, hann gerir sér enga grein fyrir því hvort þetta alvöru eða plat og það með þess vegna sem vopnalögin okkar banna eftirlíkingar og jafnvel leikföng vegna þess að sá sem verður fyrir því að einhver nálgast hann með svona vopna hann getur ómögulega að segja hvort þetta alvöru byssa eða eftirlíking. Hefur fólk reynt að koma hingað til að selja ykkur vopn eða hafa ykkur ólögleg vopn komið hingað en að bora til ykkar þar sem að fólk reyna að selja ykkur til dæmis? Nei, það hefur ekki komið aftur á móti kemur oft fyrir að fólk að koma með vopn sem að þarf að fara í eyðingu eða gera óvirk og ýmislegt svona. Hérna til dæmis númer á þessu. Það er búið að rispa yfir það? Já, það sést alveg hérna sko. Þannig ef hún hefur verið löglega skráð að þá getum við fundið hver átti þessa byssu. Kannski veit hann ekki búist til henni. Kannski hefur hann sjálfur með það ólöglega, maður veit ekkert það. Vopn voru mjög dýr hér á Íslandi, það var á þeim vörugjald. Sama tíma var fluttinn mikið af bílum frá Bandaríkjunum og það var talsvert smiglað inn af byssum. Talsvert magn á sínum tíma fyrir svona 10-12 árum síðan. Þannig að það er nokkuð af óskráðum vopnum hér og lögreglan hefur reynt að koma á móts við fólk sem menn mega koma og skrá vopnin sín og margir hafa gert það en eins og ég segi að vandamálið eru þessi vopn sem enginn á. Við finnum alltaf reglulega vopn skotvopn sem eru ólögleg og það eru annarkvort vopn sem hefur verið stólið sem í upphafi lögleg en hefur verið stólið en það hefur borið líka á því að við höfum fundið vopn sem hafi verið smiglað og verið það ólögleg eins og til dæmis skammbyssur. Hvað með ólögleg vopn á Íslandi? Mikið þau?
Við náttúrulega fréttum eiginlega ekkert af þeim hérna, en það er ábyggilega eitthvað magnað því og kannski löngu tímabært að lögreglan opni einhverja leið fyrir menn að skila inn byssum annars vegar og eins líka þá ef það eru löglega byssur og koma þeim á skrá. Hér einn sem búið að slípa af öll einkenni. Það er ekkert númer. Það er örlítið hérna að sést eftir en allt annað farið. Og hér komið snirtilegur hólkur hérna á og það er eins með þessa. Það er búið að saga af henni hlaupi, hvað þýðir það? Það er búið að saga af henni hlaupið og það er búið að saga af henni skeftið, að skipta henni skefti. Þannig að hún fer vel, það er hægt að fela hana upp í erminni eða innan undir frakka eða eitthvað slíkt. Og ef þú setur í þetta hérna skot, að þá er þetta bara drafstæki en ekki veiðitæki. Og þrátt fyrir þessar að við höfum verið að finna þessu vopn, þá hefur nánast þessu aldrei verið beitt. En ég man eftir 2 tilvikum bara nýlegum þar sem að vopnið var hlaðið. Og öðru tilvikinu var að ræða skambyssu sem að maður var með í strengnum þegar hann var handtekinn. Slys með skotvopn á Íslandi. Þetta eru sjaldan skotvopn veiðimanna, þetta eru sjaldan skotvopn sem að menn hafa skráð. Þetta eru skotvopn án hirðis. Það áðu enginn. Þetta er eitthvað sem fólk geymir, fólk hefur kannski erft, þetta er niður í geymslu í blokkinni eða í bílskúr. Það áðu enginn. Og þetta skora ég alla sem að vita af vopnum á almannafæri að láta lögregluna vita og ef þú átt skotvopn, skila þau til lögreglunar. Það er engin viðurlög við því. Lögreglan tekur á móti vopnunum. En sem sagt, skotvopn sjálf er ekki hættuleg. Það er maðurinn á bakvið. Maður sem á löglega skráð vopn, ef hann fellur frá, þá þarf dánarbúið ekkert að gera varðandi vopnið fyrir en alltaf 12 mánuði seinna. Þannig að, og auk þess þá er ekki víst að fólk þekki þessar reglur. Þannig að það er töluvert það að vopn sem út af fyrir sig eru lögleg og skráð, að þau lenda á vergangi þegar að skráður eigandi fellur frá. Og það er ástæða til að vekja athygli fólks á þessu að það á að koma með þetta vopn til lögreglu, annarkvort til þess að skráða upp á nýtt á nýjan eiganda eða til eyðingar. Lögreglan fargar ólöglegum vopnum með því að mala þau mélinu smærra hjá sérhæfðu endurvinnslu fyrirtæki í Hafnarfirði. Er mikið það fólk komið með vopn til eyðingar? Já, það er alltaf svolítið það. Og það er af ýmsum ástæðum. Óskráð skotvopn hafa verið notuð til voðaverka hér á landi. Í janúar 1968 var leigubifreiðarstjóri myrtur með skambyssu skoti í hnakkann. Þetta kaldrifið morð hefur aldrei verið upplýst, en í kjölfar atburðanna var almenningur hvattur til að skrá skotvopn og skila inn ólöglegum skotvopnum. Gífurlegu fjöldi ólöglegra skotvopna reyndist til í samfélaginu því þetta átak leiddi til skráningar nærri 400 riffla. Þá skilaði almenningurinn 132 skambyssum og 7 vélbyssum, en þau vopn voru gerð upptæk og þeim eitt. Geymslu skotvopna er skýrt kveðið á í sérstakri reglugerð. Allir viðmælendur Kompás vilja fá strangari reglur þar sem gerð verði krafa að sérstakur vopnaskápur hýsi öll vopn, sama hversu mörg þau eru, í eigu sama eiganda. Ef menn eiga fleiri en 3 byssur þá þarf menn byssuskáp. En ég tel að það var ekkit óeðlilegt að bara leið að menn kaupa fyrstu byssuna þá eignast menn byssuskáp. Það bara myndi tryggja öryggi allra og er hið besta mál. Ef þú átt 3 skotvopn á berri þá þarf þetta að geyma þau í þar til gerðum skáp og stáli. Það er boltan við vegginn. Sko, ein byssa er eins hættuleg og 3 byssur. Og þess vegna það skoðun Skotveiðifélags Íslands að þó þú eru í eina byssu þá átt að geyma hana í læstum skáp. Nú þurfa skotvopnaeigendur ekki að kaupa skáp fyrir en á 4. byssu. Hvað finnst þér um það? Mér finnst það eiginlega alveg fáránlegt. Ég held að menn sem eiga eina byssu og búin að eiga hann í mörg ár, að svona meiri líkindi fyrir því að hún sé ekki geymt eins vel eins og maður sem á marga byssur. Að skot er ekki síður hættulega en byssan sjálf.
og þess vegna að sem sagt að við okkur finnst sjálfsagt að farga lyfjum, skilur, á víðavangi. Skot ekki síður hættuleg. Við ekki gleyma því. Kompás setti auglýsingu í Fréttablaðið þar sem óskað var eftir ódýrum skotvopnum. Aðeins 2 svör bárust þar sem boðin voru til kaups skráð vopn og vildu báðir aðilarnir fara eftir öllum reglum. Sem sagt, þeir voru ekki tilbúnir til að selja óskráð vopn. Heimildarmenn Kompás segir tiltölulega einfalt að verða sér út skambyssu eða afsagaða haglabyssu hér á landi. Niðurstaða Kompás sýndi að svo er. Í gegnum heimildarmenn og með notkun tálbeitna tókst Kompási að kaupa skambyssu eftir skamma leit. Fleiri byssur voru til sölu sem Kompás hefði getað keypt og að minnstakosti 6 einstaklingar sem rætt var við áttu skambyssur. 2 áttu afsagaða haglabyssu. Hér sjáum við skambyssur og afsagaða haglabyssu en ekki voru allar þessar byssur til sölu. Eftir að hafa leitað að skambyssu í rúma 2 sólarhringa tókst Kompási að kaupa 9 mm Smith & Wesson skambyssu sem við sjáum skotið úr hér. Þessi byssa talsvert algeng og krafturinn í henni mikill eins og við sjáum að þessum myndum. Byssan kostaði 200.000 krónur á svartamarkaðnum. Kompási var einnig boðið 357 Magnum skambyssa til kaups en það ein öflugasta skambyssa sem hægt að fá. Af byssuáhugamönnum hún oft kölluð fallbyssan. Hér sjáum við skotið úr byssunni gegnum símaskrá og í melónur. Kompás hefði fengið þessa byssu, þetta öfluga vopn, fyrir rúma 200.000 krónur. Skambyssunni var skilað til lögreglunar þar sem henni verður eitt með sama hætti og önnur ólögleg og óskráð vopn sem lögreglan gerir upptak eða skilað inn til hennar. Hvort sem þú ert í fíkniefnaheiminum eða einhverjum öðrum undirheimum og þá ríkir þar eins og hjá almenningi þessi svona almenni ótti við skotvopn.